Jæja, góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 122 af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það er 1. maí í dag, baráttudagur verkalýðsins. Við óskum verkamönnum landsins til hamingju með baráttudaginn og óskum þeim góðs gengis hvað það varðar að bæta sín kjör á grundvelli aukinnar verðmætasköpunar að mestu leyti og hérna í því liði eru allar stéttir saman, held ég á að sé að segja. Hvernig varðir þú deginn, Sigmundur? Já, ég tek undir þessar hamingjóskir og hef notað daginn til að hvílast að nokkru leyti fyrir baráttuna framöndan. Hún verður töluverð held ég í þinginu hjá okkur næstu vikunar. Já, það er alveg örugt. Það eru svona, maður var nú aðeins skammaður sko fyrir það undanfarnar vikur að vera ekki að ræða svona stór mikilvæg mál, alvöru mál í þinginu, en staðreyndin var bara svo að það var eiginlega ekkert komið inn að málum frá ríkisstjórninni sem einhver svona burður var í. Þetta Nei, var svona, einmitt. þetta var svona hvert þunnildið á fætur öðrum. Þannig að þetta er svona, en nú er það breyting á. Logi hérna mælti fyrir fjölmiðlamálinu sínu, Logi Einarsson menntamálaráðherra. Nei, býtum nú við, Já, nú er maður ennþá ruglaður í þessu. Háskóla, iðnaðar og manstu þetta? já, ég held að það hafi verið, nei, menningar, Hví? Já, menningar, menningar, viðskipta, iðnaðar, nei, það var síðast. Menningar, háskóla og nýsköpunar held ég. menningar, háskóla, nýsköpun. Já, það er sennilega rétt höfður. Þetta er ekki hægt, þetta hringl. Hmm. Og hérna, og sko, já, og Logi mælti fyrir því máli og svo var nú aldrei kom máli sem búið að bíða eftir. Það er veiðigjaldamáli. Því var útbýtt í lok þingfundar í gærkvöldi og við erum að taka upp núna á fimmtudagskvöldi, að kvöldi fyrsta maí. Og það kom fram því að dreift í lok dags í gær, þannig að Já, fyrsta umræða verður væntanlega á mánudaginn. Og hérna, já, þannig að þetta er nú svona það mál sem kannski hefur verið beðið eftir með mestri eftirvæntingu og svona komið manni dálítið óvart miðað við off-forceið sem að máli var undirorpið þarna þegar það var sett fram í samráðsgáttinni á sínum tíma með þarna viku umsagnarfrest eða hvað það var þegar sko lágmarksfrestur eru 2 vikur og það allt saman. Þá er búið að taka óratíma hjá stjórnarliðum og atvinnuvegaráðherra og ríkisstjórninni að klára málið inn til þingsins eftir að umsagnarfrestinum lauk. Og svona af þessum breytingum svona eftir að svona vera búin að renna augunum yfir þetta, þá eru nú breytingarnar því miður milli þess sem lagt fram í samráðsgátt og síðan þess sem núna er birt sem frumvarp. Þær breytingar eru ekki á þeim nótum sem að ég hafði vonast eftir og vantar þar töluvert nei, mikið upp á. já, Þannig að ég held að þetta verði mikið og stórt verkefni í þinginu að kafa ofan í þetta og kalla fram upplýsingar og greiningar sem gagn er af. Og það er já, hann aðeins ég var ekki búin að skoða þess uppfærið útgáfu. Ég var upptekinn í gærkvöldi að fylgjast með umræðum annað vandræðamál þeirra fjölmiðlalögin. Já, byrjum á fjölmiðlalögum. Þetta var Já, svo, Logi, okkar góði vinnur, var skrambi óheppinn. Hann hérna að Stöð 2 skildi af öllum dögum loka framleiðsludeild sinni daginn sem hann mælti fyrir þessu. Að, að, já, hérna, að, 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 að skera niður stuðning við sín og Morgunblaðið. já, en því miður bara allt of lýsandi fyrir hvernig staðið er að þessum málum á Íslandi. Já, já, Það er bara uh, búin að vera samdráttur jafnt og þétt hjá einkareknum fjölmiðlunum og þetta verður erfiðara og erfiðara á meðan að svo stóri hann fær alltaf sitt. já, já, og verðtryggt og við bæti síðan auðvitað hver einasta kennitala sem stofnuður utan rekstur á Íslandi, þannig að fjárstreymið er rúmlega Já, verðtryggt að umfangi til Ríkisútvarpsins. já, Og það virðist engu eira og það er bara það sem við sjáum í þessum aðgerðum innan sínar og öllum þeim innlendu smærri miðlum sem hafa helst úr lestinni undanfarið misseri. Þannig að þetta er já, graf alvarleg staða og mér finnst nú svona hérna
Mér finnst ráðherra kannski ekki vera að hitta naglan á höfuðið með þessari tilteknu nálgun og sérstaklega í ljósi þessara furðulegu yfirlýsinga Sigurjóns Þórðarsonar, þingmanns Flokks fólksins, varðandi það að það ætti að lækka styrki til Morgunblaðsins, nefndan sérstaklega, og ég held að hann hafi nefnt Vísi líka og þar með sín vegna umfjöllunar þeirra mál ríkisstjórnarinnar. Já, já, Logi Már reyndar eiga það að hann fordæmdi þau ummæli en það gerir ekki mikið gagn sko ef að menn sko vinna verkin í samræmi við það sem að Sigurjón kallaði eftir. nei, nei, einmitt, og rétt að hafa í huga að þetta var þegar mjög skakt í garð þeirra stærri, að þeir voru að fá hlutfallslega miklu minna Já, já, heldur en einhverjir aðrir fjölmiðlar sem að voru stjórnvöldum þóknanlegri. já, já, Uh, Logi reynda nefnir héraðs miðlunum þessu, og ég held að séu allir sammálum, eða flestir að minnsta kosti, sammálum mikilvægi þess að standa með þeim og að þeir haldi velli, en það hefði já. verið hægt að gera það með miklu skilvirkar og betri hætti en þessum. Já, já, og alltaf vantar það að ganga til þeirra verka sem raunverulega laga stöðu einkareknum miðlana, Já, draga úr kostnaði og svona þessum eftirlitskostnaði þeirra, sko, það er þetta að leggja niður þessa fjölmiðlanefnd á morgun. Hún er í besta falli gagnslaus en sennilega til ógagns fyrir fjölmiðlun á Íslandi. mm, Og já, en síðan sko þetta svo virðist vera eitthvað svona skortur á næmni gagnvart á stöðun á markaðnum inn í ráðuneytinu, því að sko ráðherra segir þannig í viðtali á Stefán Einar í Spursmálum bara á föstudaginn að hann trúiði ekki að stöð 2 leggist af, en þetta var stöð 2 ekki að leggjast af núna í vikunni, en framleiðsludeildin var að gera það og það er bara eitt skref af svona mörgum mögulegum og allt er þetta að sama brunni. já, já, einmitt. Og kannski rétt að rifja það upp eina ferðina enn, að þetta er eitt af mörgum málum sem voru kynnt uppalega sem bráðabirgða aðgerð. Mm. Þetta átti að vera redding í 1 ár. Og sjálfstæðis og Svona framsóknarmennir. aflátsbréf hálfgert Já, til já, enda fjölmenn, að því að átta sér allir á að sko rekstrarumhverfið er galið. já, já. En það áttu sér líka allir á því þegar þetta mál kom á sínum tíma að þetta væri ekki leiðin. Og Óli Björn, vinur okkar, var bara mjög reiður yfir þessu máli en ákvað samt að styðja það. En tók fram að það væri í trausti þess að staðið yrði við fyrirheit að þetta væri bara bráðabirgðarástofun til 1 árs. Já, já. En eins og við spáðum þá var þetta ekki þannig. Og Nei, 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 nei. Og sko, og þetta vandræðagangurinn heldur áfram. já, já, það er ekkert sem bendir til breytinga í þeim efnum og áfram munu bara með þessi árlegi plástur einhvern veginn fyrir utan sko hvað blasir við með hvað hætti væri hægt að laga stöðuna fjölmiðlamarkaði og það hratt. Þá eru þetta líka vont í sjálfu sér að það sé búið að gera alla þessa miðla háða fjárveitingum úr ríkissjóði. Já, já, Það er bara það er bara augljóst að það svona hlutleysinu eru svona það er svona já, stótt að því með þessari nálgun og kannski er það markmið, ég veit það ekki. einmitt. Þetta er nú svona dálítil stjórnlyndi í þessum flokkum sem hafa verið hér við völd síðan þessir styrkir með þessu fyrirkomulaginu voru teknir upp. En þetta er svona, ég er hræddur að staðan hafi aldrei verið alvarlegri á þessum markaði heldur en akkúrat núna. Já, já. Mm. En það er fleira, það er nú eru hækkaðir skattar
með öllum tiltækum ráðum en settir einhverjir orðleppar yfir og reynt að halda því fram að ekki séu um skattahækkanir að ræða því að það er náttúrulega kannski þau eru í dálnum vandræðum fyrirsvarsmenn ríkisstjórnarinnar. Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir lýstu því báðar mjög skýrt yfir að skattar yrðu ekki hækkaðir á já, önnur orðað að venjulegt fólk, hitt var launafólk og svona það voru nokkru hópar teknir út og atvinnulífið og virðisauki og ekki á ferðarþjónustur ekki hækkaður og svona kollakolli. En Já, nú er bara röð skattahækkana sem eru reyndar annarkvort kallaðar leiðréttingar eða lokun á glufum eða eitthvað dellumakkari. það var Uh, fín yfirferð ég vildi hjá þér fyrst í dag í Morgunblaðinu já, já, takk þó fyrir að, það. þó að, þó að þetta sé knapt form þannig að þú náður ekki að fara yfir allar Nei, 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 nei skattahækkanir og gjaldahækkanir þessari ríkisstjórn. 2700 slögin setja manni svona dálitlar skorður en sko þetta er auðvitað fráleit staða, við sjáum til dæmis bara þessar breytingar á lögum um jöfnunarsjóð sem að Mhm. eru einhver 50 blaðsíðna bæklingur og mjög fáir ábyggilega að nenn að lesa og setja sig inn í en þarna er bara svona í raun risamál, prinsipmál, það er verið í raun að lögþvinga sveitarfélög til að vera með útsvarspróstu sína í hæstu löglefðu mörkum. Já, Ef að sveitarfélag velur að fullnýta ekki útsvarsheimild sína, þá verður þeim refsað krónu fyrir krónu í já, gegnum já. reglur jöfnunarsjóðs. Þannig að það Þetta, mun engin sveitarstjórnar fulltrúi geta, þetta er auðvitað ekki vandamáli á Reykjavíkurborg til dæmis, þeir eru með allt í hvínandi toppi hvert sem litið er, en það já, mun já. engin sveitarstjórnar fulltrúi í neinu sveitarfélagi landið umkring geta rökstutt það að við erum ekki með útsvarið í toppi að því að viðkomandi mun þurfa að standa frammi fyrir íbúanum sem segir býtu fáum við ekki þessa krónu tilbaka í gegnum jöfnunarsjóðin sko, ef þú spennir bogan í hæstu stöðu. En Þannig er að þetta ekki einmitt ástæðan að Reykjavík hefur verið svo illa rekin að þeir hækka skatta eins og þeir, bara eins og þeim er heimilt mm, samkvæmt lögum og finna upp ný gjöld. Þannig að ríkisstjórnin, hún má ekki til þess hugsa að önnur betur rekin sveitarfélög reggi ekki sömu álögur á sína borgara eins og Reykjavík. nei, nei, akkurat og þannig er náttúrulega þeir sem stýra ríkisstjórninni núna hafa náttúrulega megin hluta til verið að stýra borginni um langa hríð og nú er þetta flokkur fólksins komin inn í borginni og ráðherra flokks fólksins Eyjólfur Ármannsson heldur á þessu máli fyrir hönd Já, ríkisstjórnarinnar. já, En þetta er sko, þetta er, Hildur Sverrisdóttir lýst þessu ágætlega, það verið verið að lögleiða sósíalisma með þessu sko, að já, já. og það er bara þannig og það er bara eitthvað ónótalegt við það að sko stjórnvöld, ríkisstjórnarflokkarnir, sko noti sko barefli sem þetta til að þvinga öll sveitafélög upp í hæstu mörk, hvað 14,97% minni með að sé núna hæsta leyfða útsvar. En svo er nú Já, smá húmor eftir í stjórnarliðunum sko, því að þau sko í greinagerðinni kemur sérstaklega fram að það sé ekki neinu verið að sko vega að sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélagana því að þau munu jú taka þetta ákvörðun sjálf að setja svarið í 14,97%. Þetta er auðvitað þvæla sko. Það er bara sko byssa við hausinn á þér sko. Bara ef þú setur þetta ekki hæsta mark þá færðu bara krónu á móti krónu skerðingu annars staðar. er þetta ekki bara eins og menntamálaráðherrann tók á ákvörðun sjálfur að hætta í ríkisstjórninni? Jú, þetta var svona svipuð með því sennilega. Þetta er sko ég hreinlega, sko ég veit ekki hvort það er svona búið að vera svona þróast inn í ráðuneytinu þessi nálgun en svona þetta er dálítið svipað og svona gerræði sem að blasti við varðandi lögþvingaða sameiningu sveitafélaga á síðasta Já, og að já, einhverjum ekki þar síðasta kjörtímabili. akkurat. Þannig að það er, ég veit ekki hvort þetta er sko Það var nú eitt upprunnið, af málunum sem við náðum að koma í veg fyrir. já, Það var komið akkurat. frumvarp um það að Já, og ráðast í ekki þvingaðar samningar. oftar en einu sinni, sko. Já, já, við Þannig að, tókum það mm, eins og þannig, nokkur önnur mál, eins og já, leigubílamálið sem að við stoppum tvisar en þeim var svo mikið í mun að klára það. Það var komið með það
Það er djöfull erfitt fyrir mjög tveggja manna tímanlega. þingflokk að stoppa mál sem að er forgangsmál ríkisstjórnar. Ætli leigubílamálið hafi ekki verið svona fjórða, fimmta mál ríkisstjórnarinnar, stjórnarmáli sem var lagt fram á því þingi, þarna Já, 21, 22. Þá er snúið við að eiga í fámenninu. já, já, En sko, en síðan það er ekki bara jöfnunarsjóðurinn sko, og jöfnunarsjóðurinn, við minnir að það sé þannig, bara, þetta er eftir minni, það verður smá fyrirvar á tölunni, en í Kraga sveitarfélögunum, sem sagt mínu kjördæmi, þá sé þetta 1,5 milljarður sem að útsvarið hækkar á almenning. Ég já, held, það eru sko, og 1,5 milljarður, það hefur nú oft verið talin svona tala sem munar sko. Og síðan er sko tekin 2,7 til viðbótar, 2.700 milljónir í gegnum breytingar og reglum um samsköttun. Þannig að já. þetta safnast það saman og svo að taka nokkra milljarða í gegnum kílómetragjaldi til viðbótar við núverandi gjaldtöku. Þannig að þetta eru sko Já, þetta er linnulausar, út um allt, sko. Þetta er þetta svo er víða. nefnilega út um allt sko. Og í Og hverju tilviki alltaf, segjum við að þetta er nú ekki það mikil þetta er svo lítið, þetta munar hækkun, sko. ekkert um þetta. En sko, og þetta er algjörlega trillamann að menn sko séu í þessum sko orwellska feluleika kalli þetta eitthvað allt annað heldur en skattahækkun sko. Þetta er eins og ég Já, segi, já, þetta er bara samsköttunarbreytingin, það er talað um að sé verið að loka glufu. Það er ekki verið að loka neitt í glufu, þetta er bara skattareglurnar eins og þeir eru og bara hafa verið um langa hríð og telja skynsamlegar og sanngjarnar. Og sama er já. með sko, jöfnunarsjóðinn, sko, þar tala, ég held meiri að Eyjólfur Ármannsson hafi kallað þetta skattalækkun, ég bara datt nú næstu úr stólnum þegar hann fór að reyna að útskýra það. En hérna, Uppáhalds orwellskan mín í þessum skattamál er aðhald á tekjuhliðinni. já, það er alveg stórkostlegt Aðhald bara. á tekjuhliðinni sem orðið við skattahækkanir eða hugtak. Heldur þetta sé Þórður Snær Júlíusson sem kom með það eða einhver annar spuna maður? Það sem ég óttast er að þetta kom bara úr fjármálaráðuneytinu. Ég heyrði þetta Heyrðu, fyrst þaðan. það er rétt, þú segir það. Það er bara sama sko hugsunin og einhvern veginn, ég vil nú ekki segja það sem ég er að hugsa upp átt sko, en sko þetta er að Já, sama já, meiði og þarna skattafslættirnir sem þeir líta á að já, allt já. sem er ekki í efsta gildi sko, það er afsláttur. Við Ég gerðum bara, ofta athugasemd við þetta í tíð síðustu ríkisstjórnar. já, já, Að það var verið að útskýra fyrir fólki að sko, það væri verið í raun að gefa því peninga með því að hækka ekki skattana eins mikið og hægt hefði verið að hækka skattana. já, já, Þannig það að var gjöf. hugafarið er bara þetta. Já, ríkið á alla peningana sem að fólk vinnur sér inn fyrir, öll verðmæti sem verða til. Og svo er það bara mat ríkisins, hversu mikið af þessum peningum, ja, hversu mikið ríkið ákveða að gefa þér. Já, já, Gefa þér eftir. skattagjafir einhvers slags, já, Já, bara alveg ótrúlega einhvern veginn ónotalegt, ónotaleg nálgun. En svo kemur það næsta í röðinni sem eru þetta eftir jöfnunarsjóðinn 1,5 milljarði þar og 2,7 í samsköttunni og ég man ekki hvað eru margir í kílómetragjaldinu að þá eru þetta með þessu nýja frumvarpi sem var dreift í gær varandi veiðigjöldin, þar er áætluð haft, ætlaðs ekki 8 milljarða hækkun á ári núna og það er kallað leiðrétting, bara pjúra skattahækkun eins og allt annað byggðið sko. Og svo er algjörlega trillir mann þessir orðleppar sko, þar sem að vera að tala um sko, þetta er ekki skattur, þetta er gjald. Það beinlínis stendur í frumvarpinu, að minnsta kosti með að vera í samráðsgátt, ég er nú ekki búin að skoða það svo hluta greinagerðarinnar í því sem kom fram í gær, að það sé sko ágreiningslaust að þetta sé skattur. já, já, Ágreiningslaust. Og það voru já, sko kontóristarnir í ráðundunum sem skrifuðu þann texta. já. Og stundum hefur maður á tilfinningunni að ráðherrar, hvað þá þingmenn þessari ríkisstjórnar, viti bara ekkert hvað stendur í þeirra eigin tillögum og frumvörpum. Nei, nei. Að minnsta kosti talaðu ofta á tíðum alveg þvert á það sem þau eru að leggja fram, Já. sem er Já. svolítið ágefni. Já, sko, það eru nú bara því miður dæmi sem eru nú ekki mjög gömul sem að sko ekki bara benda til þess heldur eru augljós sönnun þess að sko, ekki einu sinni ráðherrarnir stundum lesa frumvarpið sín Já, og hvað þá þingflokkarnir og enda sko það er nú kannski svona
þeir eru nú sérstaklega harðir í því þingmenn Viðreisnar og Samfylkingar í sjálfu sér líka. Ég man ekki eftir uh, athugasemdum í þessa veruna frá þingmönnum Flokks fólksins í augnablikinu, sko, þó þær séu nú eflust þarna, að sko að þetta sé gjald en ekki skattur. Og sko við Viðreisnarmennina hlýtum maður að segja bara, heyru, fyrirgefðu, bara þetta er bara beinlínis ráðherrann þinn, sko, já, atvinnuvegaráðherrann, sem leggur fram frumvarp það sem segir að það sé ágreiningslaust að þetta sé skattur. já, Bara hvernig eigum við að eiga þetta samtal ef að sko þetta er byrjunarpunkturinn. já. En Þetta það er er sko, umbúðamennskan það er sem að umbúðamennskan, ræður sko. öllu. Já, En þetta er sko, og miðað við svona það sem er sýnist, breytingarna sem er sýnast hafa orðið milli framlagningar og hérna, nei, já, plaggsins sem fór inn í samráðsgátt og síðan þess sem núna er lagt fram sem frumvarp, þá er nú ekki beisna breytingarna sem eru gerða. Það er aðeins nika til í frítekjumarkinu, mhm, en þetta er gegnum ganganda hækka alveg upp úr og niður úr, en svona menn kannski ákveða dauðurót ekki alveg strax litlu og millistóru útgerðirnar, sko. já. Þannig að hérna, sko, En afleiðingarnar verða þær sömu. já, ég, Fleiri og fleiri minni útgerðir munu bara selja kvótann sinn, já, segja þetta gott, ég bara loka í raunverulega, sínu byggðalagi. já, ég bara heyrði af bara einni í dag og annari fyrir nokkrum dögum. Þetta er byrjað, sko. Bara þannig að ef markmið ríkisstjórnarinnar var að auka samþjöppun í sjávarútvegi, þá er það að takast. Já, já. Og Þetta er hérna, óhjákvæmilega afleiðingar þessu, aukin já, já, samþjöppun og svo vinnslan úr landi það er það sem gerir, sko. í auknum Og, mæli. og síðan er, sko, við sjáum nú bara, hérna, vinnslustöðin var að, hérna, sem var nú, ég er nú ekki búinn að lesa frétti eða uppgjörið, eða fréttina uppgjörun, en mér sýnist að það hafi verið tap á rekstrinum, sko, og það var verið að slá á frest nýsmíðaverkefni bara vegna þessar yfirvofandi óvissu. Og þetta er auðvitað það sem, sko, fyrirtæki gera eðlilega á meðan, sko, er verið að reyna að berja lappirnar undan þeim. Og sko það sem Mhm, ég hef svo miklar áhyggjur af, það er margar umsagnir sem komu frá fyrirtækjum sem er að þjónusta útgerðina, og sérstaklega þessum svona nýsköpuna fyrirtækjum sem eru að vinna lausnir til þess að bæta nýtingu hráefnis, bæta gæði, þú veist, auka flæði mhm, og þetta allt saman, sko, bara auka verðmætasköpun. eh, Fjárfestingarnar sem eru, sko, grundvalla nýsköpunina, þær eru að langmestu leiti að koma frá þessum stóru fyrirtækjum sem eru að bera þungan af veiðigjaldinu og augljóslega þungan af hækkun veiðigjaldsins. Þannig að sko þessar breytingar sem voru gerðar á milli samráðsgáttar og framlagningar frumvarpsins núna, þær gera ekkert gagnvart áhyggjum af því að þetta veiki stöðu nýsköpunar í sjávarútvegstengdri þjónustu, þetta mál. Og síðan er þetta sko svo furðulegt að á sama tíma er annað mál. Það er þessi gagnrýni að sko einhver sjávarútvegsfyrirtæki hafi fjárfest í sko ótengdum fyrirtækjum, sem sagt fyrirtækjum sem er ekki beint í sjávarútvegi. Þetta er nú í fyrsta lagi bara svona kannski eðli kapitalismas að fjármagn sko leiti í að byggja upp sko fyrirtæki og starfsemi þar sem arðsemi er. En sko síðan er annað frumvarpnaflinn í þinginu sem gengur út á það að sko takmarka fjárfestingar sjávarútvegs fyrirtækja í sjávarútvegi. Þannig að þetta er allt í já, krossjáþuliði, sko. Það er þetta svo kallar gegnsæis frumvarp, þar sem að sko mhm, mér sýnist nú bara vera rugglaðasta frumvarp sem ég hef séð síðan ég kom inn á þing þarna 2017. Þetta er bara, það er eins og að sé sérstætt markmið að sko reyna svona forma alla nálgun á sjávarútveginn á grundvelli sko öfundar og einhverja svona hrakyrðinga í garð þeirra sem þarna starfa. mhm, Og þarna, eins og ég segi, er sérstök áhersla lögð á það að fyrirtæki séu ekki að fjárfesta í sjávarútvegi, öðrum fyrirtækjum í sjávarútvegi, en síðan sko komum við í veiðigjaldamáli þar sem einn sko kjarnarökin eru þessir anskotar hafa sko fjárfest í einhverju öðru heldur en sjávarútvegstengdu. Þetta er bara, hver eru skilaboð þessar ríkisstjórnar? Ég er ekki búin að átta mig á því.
Nei, nei, þau veit það ekki sjálf heldur. Nei, það er nú það sem að ég tel nú líklega, sko, því miður. Og það eru þetta ekki boðlegt, sko. En Nei, síðan nei, eru sko sveitafélögin auðvitað hjá, hafa miklar áhyggjur áfram sko og síðan er þetta sko sýnist mér ekkert hafa breyst er varðar sko þessa árás sem að málið felur í sér varðandi það að berja lappirnar undan vinnslu hér á Íslandi, fullvinnslu. já, Og það er auðvitað graf alvarlegt. akkurat. Þannig að þetta er svona, og síðan eru þetta óbreytt áfram þessi galskapur að ætla sko að til að mynda horfa á sko veiðigjöld á makríl út frá verði sko í Noregi sem er allt önnur vara. Það er bara eins og að ætla að leggja jöfnu sko bara íbúð og Akranes og í Oslo. Það er ekki sami vermiðin á henni sko. Nei, nei, Og sko þetta er einhver svona þetta er einhver hugsanavilla með alla þessa hámenntuðu sérfræðinga sem eru þarna í röðum Viðreisnar og Samfylkingar. Ég veit ekki hvort það er bara öfund sem byrgir þeim sín eða hvað það er, en það er í öllu falli eitthvað sem ætti að blasa við að er ekki bara stenst enga skoðun eins og þetta að ætla sko gjaldtaka íslenska makrílinn sem er sko rýrari verðminni vara því miður heldur en norski makrílinn, bara einfallega því hann er veiddur á öðrum tíma, það eru annað svona holdafar og þar fram til göttunum, hann lausar í sér og þess áttar lengra á miðin og bara margir þættir sem orsaka að norski makrílinn er verð meiri heldur en svo íslenski. En nú á gjaldtaka sko í veiðigjöldum íslenska makrílinn á grundvelli verðs hins norska og þannig bara verið að sko þetta er bara algjört rugl og svona er þetta í fleiri þáttum sko. já, já, en þau Og, og, eru bara ekkert að spá í innihald mála. Þú nei, nei, heyrir hvernig þau rökst við þetta helst að þetta sé svo vinsælt og já, þess já, vegna séu þau að því að var og vísa í skoðanakönnun sem einhverja hvað heitir hann, könnun hér er svona ekki Bolli Héðinsson, já, akkurat þarna sem að er sem var þarna spurt félagi telur sitt þú þarna að útgerðin geti þjóðareign eða borgað hvað það meira? heitir. Já, 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 já. Mm. og á Það því er, byggir þetta allt saman. það er nú bara Eflaust þannig að getur útgerðin borgað meira en ekki en ef þú ætlar að sko, rústa hagkvæmninni fyrir landsmenn þá já, er já. þetta leiðin til þess. Sko, það sem mestu máli skiptir fyrir þá sem ekki er í útgerð og ekki í neinni tengdir í þjónustu, þá er það sem mestu máli skiptir er heildar skattspor sjávarútvegsins. Mm -hmm. Og ég er hættur að heildarskattsporið lækki Já, verði þetta mál klárað eins og það liggur fyrir. Þó að það komi einhverjur miljardar aukalega út af þessari sneið kökuna sem sko veiðigjöldin eru, sem eru cirka 10% af heildar skattekjum af sjávarútvegi, þó að sú sneið stækki aðeins, þá er ég eiginlega alveg viss um að heildarkakan minnkar. þau sögðust vera búin að Ragnar reikna Árnason það. hefur unnið fína skýrslu hvað þetta varðar. Já, já. Þau sögðust vera búin að reikna það, gátt ekki lagt það fram í þinginu, svo var spurt um þetta á fundi í Hörpu. Þá sögðu það, nú verður búin að reikna þetta, þannig að maður beði bara eftir því daginn eftir að fá loksins að sjá þessu útreikninga. En þeir hafa ekki byrst en það liggja er ekki fyrir. Nei, nei. Þau henda fram máli sem þau hafa ekki reiknað til enda. Og sko Það verður dýrt fyrir þjóðina, það verður já, dýrt fyrir almenning á Íslandi. og þessar greiningar sem er búið að bæta hérna í greinagerðinni í frumvarpinu sko, það er ekki hlutinni sem skipta mestu máli sko. Þannig að þetta er svona, það er verið að reyna að setja, þetta er svona öfugt við þessum Daði Már Kristófersson gerði í fjármálaáætluninni sko, þar sem hann bara staffir og sagði að þetta væri óbreytt frá fyrri framlagningu sem er alveg grundvallar misskilningur, sem að reyndar á svo heppilegt að fjármálaráð bara staðfesti það. Það
ég og Daðimar vorum þarna í beinni útsendingu held ég á Stöð 2 þarna eftir að við gengum, stjórnarandstaðan gekk út úr þessum umræðum bara því að það var ekki um neitt að tala vegna skortsagögnum og þarna stóðum við bara í beinni útsendingu og hann sagði bara það er allt þarna sem á að vera og þetta er eins og áður og ég stóð þarna og sagði bara heyrðu þarna vantar bara öll sko grundvallar gögnin sem hafa grundvallar umræðu undanfarna ára og þannig endaði það sko aldrei tími til að leiða neitt í jörðu í svona stuttum viðtölum sko. En svo bara mætti nokkrundum sérna fjármálaráð, lögformlegi og umsagnaraðilin þetta og bara staðfesti það sem við í stjórnarandstöðunni höfum verið að segja. Og það hefur fjármálaráð þeirra, hvorki fjármálaráð þeirra neitt nú ríkisstjórninni gert neitt til þess að sko útskýra hvernig í veröldinni þeim tókst annarkvort að miskilja sjálfa sig eða bara fara með þessar fleipur sko. Það var í öllu fall ekki beðist afsökunar á því. Nei, nei, En nú er atvinnuvegaráðherra einhvern veginn að reyna að bæta inn einhverjum sko greiningarhlutum sem mér svona fljótt á liti sýnast ekki vera greiningarnar sem að sko skipta mestu málu og hefur verið kallað mest eftir sko. En þetta eru, nei. þeim líður betur með Excel-töflur þó að þeir kannski segi ekki það sem maður er verið að spyrja um. Já, En þetta verður já, væntanlega mælt fyrir svo mánudaginn, þannig að þetta verður umræða væntanlega á mánudag og þriðjudag allavega. já, Mm. En einmitt. síðan er en svo er annað sem er búið að vera dálítið í umræðinu sem að við vorum nú aldeilis blóðugur upp á öxlum í hér árum saman og nefndum aðeins áðan. Það eru leigubílarnir og litla kaffimoskan í Keflavík. Já, já. Hvernig hendur þetta endi, þetta rugl? Já, ég óttast að þetta bara endi á sama hátt og það varð til með eftirgjöf og uppgjöf að Isavia annarkvort sé búið að eða ætli sér að senda einhvern mann að út í skúrin til að útskýra að þetta sé nú hugsað fyrir alla og þarna verði aðri leigubílstjórar fá að koma inn og fara á salernið eða borða það sem þeir vilja, kallar og konur og þeir sem hafi yfirtekið húsið muni bara segja annarkvort, já, já, ok, við skiljum bless eða bara segja nei hvor leiðin sem verður farin, þá muni þeir ekki fylgja þessu. Mm. Nei, Og nei. hvað gerir Isavia þá? Ég óttast að Isavia þá bara gefist upp og, Mm. og bendi Ringi fjölmenningafulltrúan. ringi fjölmenningafulltrúann og hann segir að það þurfi nú að taka tillit til þessara aðstæðna og Ísland sé orðið fjölbreyttir á land og allt þetta. Og menn segi þá íslensku leigubílstjórunum að það sé nú salerni þannig í kjallara leifstöðar, hvort það get ekki nýtt það og það fyrir nú að sína skilning, svona fjölmenningarlegan skilning og svo kannski síðar verði hugað að því að búa sér aðstöðu, þannig að mann geti fengið sér skinkusamloku með kaffi eða farið á salernið í sér rými. Já, já. Uh, Þetta er alveg furðulegt mál. þetta er samt bara svo lýsandi fyrir hvernig haldið er á þessum málaflokki öllum. Það er jafnt og þétt eftirgjöf og það er eins og hérna á Íslandi og reyndar víða á Vesturlöndum að menn séu bara nokkurn veginn búin að gefast upp á því að vernda samfélögin og grunngildi þeirra. Mm. Þegar að kom einhverjir sem að neita að fylgja þeim venjum og siðum sem að hafa gilt frá ör og velda og segja bara nei, við gerum þetta öðruvísi og þið þurfum að aðlaga ykkur af okkur, það bara gefast mér upp. Það er svo dapurlegt að horfa upp á þetta og Isavia náttúrulega var þegar búið að marka sér sess sem Vogue OHF Já, já. og eru meira sér að mjög smekir við að bara illa við að íslenski fáninn væri sýnilegur í Leifsstöð. Er hann sýnilegur ekki stöðar? Nei. Ég er nefnilega að leita eftir þessu bara síðast ég kom til landsins og ég fann ekki engan slíkan nokkuð staðar. Þeir fengust til þess 17. júlí Já, sko, einn dag, já. setja Það er eitthvað. smá svona stand sem stóð 17. júní og íslenski fáninn
og þetta var náttúrulega bara mjög vinsæll viðkomustaður menn taka erlendra myndir af sér ferðamanna, og ekki svona. hvað Já, síst að já, taka já. myndir, selfie og allt þetta og senda út á netinu. Nú væri menn komin til Íslands. Nei, þetta var svo náttúrulega bara tekið niður við fyrsta tækifæri og síðan þá hefur íslenski fáninn hvergi verið finnanlegur í Leifsstöð. En þeir þeir settu hins vegar upp þótt maður sé kannski byrjar að tuða við smáatriðum en vegna þess hvað það svona er í samræmi við hugafærið sem verðist vera orðið ríkjandi á Ísafja. Þeir settu upp skilti til að fagna tökuorðum í íslensku Já, og já, að tökuorð væru sjálfsagður og mikilvægur hluti af málinu. Og Íslendingar hafa nú jafn að státa sig af því og útlendingum þótt merkilegt út í fyrirmyndar að búa til nýjirði mm uh, en þarna sá Ísafja ástæða til þess að fagna sérstaklega tökuorðum, erlendum orðum í mál. já, þetta er alltaf sama með því, sko. En þetta skúramál þarna og kaffistofan sem er orðin á Moskvu. Sko þetta, ég trúi ekki öðru en að það verði svona, uh, það verði bara gerst eitthvað að viti í þessu fjandinn hafið það, sko. Ef að niðurstaðan á að vera svo sem að er því miður ekki útilokuð, sem að þú ert að lýsa að íslensku leigubílstjórnir verði bara sendir hún í kjallara að pissa, þá hérna, þá er það slík, sko, endanleg uppgjöf þeirra sem þarna stjórna að sko þeir ættu kannski bara að fara að gera eitthvað annað. Já, já, ef þeir gefast upp í þessu máli þá ætti þeir að fara að gera eitthvað annað, ég er alveg sammála um það. En nú er náttúrulega ekki lengur stjórn yfir Ísafja með nokkur einustu tengsl við kjósendur. Nei, það var Uh, með mjög faglegum hætti slítið á það allt saman, sko. já, Nema já, reyndar nú, í húsnæðis- og mannvirkjastofnun, við komum kannski aðeins inn á það eftir. já. En víðast hvar þá er þetta núna bara stjórn sem að fjármálaráðherrann velur Já, hvern einn og einasta mann já, já, eftir að hafa fengið hugmyndir frá nefnd sem að hann skipa líka sjálfur já. og allt vantanlega fólk sem að er svona ekki eftir líklegt til þess að rugga hann inn um bát. Nei, Uh, það er nú það sem virðist vera gegnum gangandi, sko. og ef að kjósendur, almenningur á Íslandi er eitthvað ósáttur við hvernig fyrirtæki almennings eru rekin, þá þýr ekkert að ringja í þingmannin sinn og hvart yfir því. Þú verður bara að hafa samband beint við fjármálaráðherra en hann segir reynda sjálfur fjármálaráðherra Hann hafa ekkert með þetta að gera. hann hef ekkert með þetta að gera. Nei, Þannig að þetta nei. er bara einhvern veginn, Það þetta er var bara, reyndar það var með furðulegustu svörum sem ég hef heyrt lengi þegar þú spurðir hann út í málum í Ísafja. já, Bara, ég held að fjármálaráðherra sé algjörlega miskila stöðu sín í þessum efnum. það er því og hann hafði sko neitað að tjásu við fjölmiðla, kom fram í Morgunblaðinu fram að þessu, ég spurði hann í þinginu. Sama með yfirmenn Ísafja. En sko, þetta mál sem að fjármálaráðherrann reyndi nú svona að gera lítið úr með því að segja já, við ætlum ekkert að fara að setja neitt sérstættin í eigendastefnuna um kaffiskúrin. Sko, þetta er samt stór mál og ég held að þeirra framlíða stundir muni þetta, og menn lítið tilbaka, muni þetta annarkvort vera málið, það sem að menn svona kveiktu á perunni og áttuðu sig á því í hvað stemdi í þessu samfélagi og hvers konar ógöngur við værum komin út í, eða það sem ég óttast að þetta verði í framtíðinni mál sem að menn hugsa tilbaka og segja já, það var þarna sem við hefðum átt að gera eitthvað. Já, Það var þarna akkurat. sem við hefðum átt að átt okkur. Þetta var vísbendingin sem að við hefðum átt að bregðast við. En því ég nefndi á hann að ef þeir bregðast ekki almennilega við og taka sér tak stjórnendur Ísafía og þeir sem að þessum málum stjórna ættu mögulega að fara að gera eitthvað annað þá talandum að gera eitthvað annað spurði ég samgönguráðherra Eyjólf Ármannsson út í mál núna í vikunni er varðar svindla á þessum harkaraprófum leigubílstjóra sem var töluður umfjöllunum í Morgunblaðinu fyrir rétt rúm ári síðan.
Já, þeir geta farið að kera leigubíl, stjórnendur Ísafja, Já, ef þeir já, ná ekki að leysa þetta. nei, þeir getur tekið, þeir skilja prófið, sko. Þannig að, Já, sem að margir þeirra sem að náðu prófinu með, sko, hæstu einkunn gerðu alls ekki. nei, nei, Og ég er nú svona að vona að samgöngur á þeirra taki sér tak núna og hver sem leiðin verður, en ein útfærslan hlýtur að vera svo að þeir leigubílstjórar þar sem vafi er á réttmæti próftökunar, að sko grunur svindl á ákveðnu tímabili, þá verði menn bara láttir endur taka prófið. Það kemur þá bara í ljós sem menn kunni ekki neitt og skilji ekki neitt. En þetta já, var já, alveg forkastanlegt að menn væru þarna gegnum gangandi með 8-9 í einkunn, menn sem að sko skildu ekki orð í prófinu sem voru verið að leggja fyrir þá. einmitt. Ég var nú nokkuð ánæður með svarið hans og svo sá ég líka haft eftir honum í dag eftir viðtal út af besögu, þar sem að hann var svona, já, harður í málinu, en spurningin er hvað gerir hann? Já, já, Því já, að já, við nú höfum reynir á. áður heyrt þingmenn og ráðherra Flokks fólksins lýsa ymsu yfir og gera svo bara annarkvort ekki neitt eða eitthvað allt annað. Er það að tala um afstöðu Eyjólfs Ármannssonar gagnvart borgarlínu áður Ég er til dæmis og að tala um núna? það, já. Já, Já, já. Hann nefnilega þarf að stilla sig af, reyna að verða meira sammála sjálfum sér í á verki. síðustu árum heldur en núna, Já, sko. já, já. En þó að viðbröðin séu ágætt og hann hafi sagt þér þarna, meira sér þingsal, ekki bara út af besögu, meira sér þingsal sagt þér að það kemur til greina að ógilda þessi svindlpróf. Mm. Þá er bara spurningin hvernig það stendur sig þegar að farið verður að útskýra fyrir honum í ráðuneytinu eða í samgöngustofu eða einhvers staðar að þetta sé nú kannski ekki hægt að gera þetta sko. Nei, akkurat. Það þurfi nú aðeins að sjá í gegnum fingur sér með þessi próf, en það hafi nú markmið verið það að fjölga þarna fólki eins og kostur væri sem var að kera alls konar bíla. Hann mætir Það var aftur bíó og spurning. útskýrða fyrir honum. Já, já, akkurat. Það er Og nú hættan, mun sko. hann standa að stað, það er á eftir að koma í ljós. En Já, já, hann var reynislan, ég man ástæð til að hafa áhyggjur. já, já. Ég meina, En að því við þú erum að... fannst ekki harðari baráttumann með okkur úr öðrum flokki í borgarlínu eða Nei, hann var alveg P35 eða þessum málum. grjótharður með okkur, sko, en nú er Já, hann já, búinn að taka 180 gráðu beygju bæði í borgarlínumálum og bókun 35, þannig að maður svona, og útskýri hérna, það og í fyrsta viðtali nokkuð sér á þeirra eftir ríkisstjórnum væri myndu að nú væri hann komin í ríkisstjórn sko. já. Þú gilti ekki alveg það sama lengur. En sagði síðan held ég daginn eftir að hann hefði nú komist að því að bókun 35 hefði bara ekki verið rætt einu orði, þannig að hann fór nú dálítið fram úr sér að lýsa Já, já, stuðningi við bókun 35, svona að já, þér já. virðist algjörlega óþörfu. En að því við erum að ræða ráðherra Flokks fólksins, þá verðum við aðeins að taka sælandið og fyrirspurn Sigríðar Andersen til hennar núna í gær á miðvikudegi í Einmitt. fyrirspurnatíma. Sko, eftir allt þetta þessi furðu útspil Daða Más Kristóferssonar og Viðreisnar varðandi þessar valnefndir í opinberu hlutafélögum, sko, þá svona setti nú marga hljóða þegar Inga Sæland skipaði nýja stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, HMS. Þar var bara þurfturu eiginlega að vera ætli meirihluti stjórnar sig ekki samsett af fyrstu varaþingmönnum Flokks fólksins Já, og rest fyrir utan sko þann sem Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefnir samkvæmt lögum eru semst fyrrverandi kjörnir fulltrúar eða nátengdir Flokki fólksins. Ég man bara ekki eftir viðlíka yfirtöku eins og Inga Sæland keyrði í gegn þarna Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og tókst nú sko að alveg þrælbrjóta jafnréttislög þó að þau hafi nú sína galla sko en já, þá þótti mér svo skemmtilegt að Inga sko réttlætti þetta með því að sko það var heimilt að víkja frá þeim á grundvelli málefnalegra sjónarmiða og í þessu tilviki voru málefnalegum sjónarmiðin því þau að hún valdi bara hæfasta fólkið
Já. En það hittir svo á að sko Jafnréttisstofa er búin að gera athugasemdir við þetta. Hinn formlegi aðilinn sem er búin að gera athugasemdir við skipun stjórnarinnar er Verkfræðingafélag Íslands. Og á hverju skyldu þeir Mhm. nú vera að gera gagnrýna þetta? Það er á grundvelli þess að þeir meta það sem svo Hæfis. að bara að skortur og hæfi sé yfirgripsmikill og umstalsverður. Mhm. Þannig, þannig að Sælandið er í bölvuðum bobba með þetta. Já, já, sástu svörin hjá henni þegar Sigríður Andersen spurði hana í þinginu í gær. Og það væri með þetta, þetta væri pólitísk skipustjórn af því að hún ætti að vera það. Og hún hefði ekki fyllt jafnréttislögunum af því hún hefði valið hæfasta fólkið og þetta var hæfasta fólkið af því að það styti stefnu flokks fólksins og Sko, þar af leiðandi væri þetta réttlægt en myndi á það að þarna fengi þó að vera áfram einn ágættur framsóknarmaður já, og hún væri ekkert að hreyfa við honum og það er maður sem að hún hefur ekkert með það að gera að skipa. nei, nei, Það nei, er akkurat. fulltrúi samband sveitafélaga en hún taldi sér það til tekna hún hefði leitt honum að vera það og þessi framganga er náttúrulega með slíkum ólíkindum og kemur í kjölfarið á svona hinum ýmsu dæmum hvernig flokkur fólksins fer með vald að þetta hlýtur nú að fara að vekja einhverjar spurningar eða umræðu umfram það sem að þó hefur orðið. Já, já, Því þú getur ímyndað þér ef að einhver alveg flokkur uh, gengi fram með þessum hætti, þá væri allt vitlaust. já, já, það er bara þannig. En sko, mér ætti aðtekli verið þessi rök Ingu Sæland að sko þetta væri í lagi af því að þetta væru stjórnarmenn sem ætluðu að framfylgja stefnu stjórnarinnar og Ingu og flokksfólksins. En það hitti bara þannig á að sko hún vísaði til sko húsnæðisstefnu stjórnvalda. En það er bara einfallega var samþykkt húsnæðisstefna fyrir næstu, ég man ekki 20 árin eða hvað það er, á síðasta þingi. Gæti hafa verið þar síðasta, ég held að það hafi verið síðasta og þar bara allir þingmenn samfylkingarinnar greiddu atkvæði með henni og það er bara gildandi húsnæðisstefna. Þannig að það er þá ágætt að þessi hjörð frá flokki fólksins ætla að fara að framfylgja húsnæðisstefnu ríkisstjórnar sjálfstæðarflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna. En það segir nú bara sko á heimasíðu HMS stofnunin starfar að stjórnsýsluverkefnum á sviði húsnæðismála, mannvirkjamálum, rafmagnsöryggismálum, brunavörnum, fer með samhæfingarhlutverk opinberra markaðs, gæslu og rekur fasteignaskrá ásamt því að sinna verkefni því tengdu. Það er ósköp lítið í þá veru sem að Inga Sæland segir að sé hlutverk stofnunarinnar, þannig að kannski er hún eitthvað að mislesa hlutverkið sko. Það er ekki útilokað. Já, En það var síðan annað sem að Sigríður Andersen fór í þarna í fyrirspurnatímanum sem sneri að stjórn Tryggingastofnunar. Þar er sem sagt Tryggingastofnun búin að vera stjórnarlaus síðan á síðast ári. já, það er þetta eiginlega öfugt. Sko. Það er Já, já, það er ekki að nákvæmlega. ákveða alla stjórnarmenn, hún ákveður að hafa engan stjórnarmann. Já, og þetta er alveg fullkomið furða sko og svar Ingu af miklu lítillæti var bara að hún væri búin að ákveða að gera breytingar og hún ætlaði að leggja niður stjórnina. Það hitti bara þannig á að þau lög er ekkit, þau áform hennar er ekkit orðin að lögum. Þannig að gildandi Nei, lög í landinu gera bara ráð fyrir því að yfir Tryggingastofnun sé stjórn og Inga er ekki búin að skipa hana. það er gildandi lög í landinu bara eiga ekkert við þegar Inga Nei, Sæland og flokkur fólksins segir hlut. það er það sem virðist vera sko. En sko, það er bara eitthvað svo ævintýralegt að segja þetta og Já, en það bara, það er einhverjar annarkvort nýjar reglur, aðrar reglur eða bara engar reglur sem að gilda þegar Inga Sæland er á flugi. og þá segir kannski einhverjir, já, þetta er nú bara Inga. Já, En já, sko, Inga er orðin ráðherra í ríkisstjórn og, og heldur þessari ríkisstjórn og öllum hennar aðgerðum uppi og
hann er ábyrg í því. En það hlýtur að kalla á svona já, meiri gagnrýni heldur en þegar hún væri í stjórnarandstöðu að segja hluti sem kannski gengur ekki alltaf upp. Heldur að Samfylking og Viðreisn sé orðin bara dofin fyrir þessu rugli? Ég hugsa það. Bara Inga hefur nú verið vaknar, svona svolítið í skjólu að undanförnu. Ég ímynda mér að það er hinar, þær hafi hvatt hana bara til þess að slaka hans á já, og vera hans í burtu. Hún er ekki fyrir mæta aftur en að hún vekur aðtekli með nálgun sinni á lög og reglu. já, 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 Uh, en það er náttúrulega eitt af vandamálum þessari ríkisstjórnar að það er bara hver að hugsa um sitt. já, 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 Þetta var orðið einkenni síðustu ríkisstjórnar þegar hún var algjörlega hægt að huga að einhverjum sameinlegum málum og hver ráðherra var bara að gera sitt og taka einhverja skóplustungur eða opna einhver hús sem að kannski ekki enn orðin opin lofa hinn og þessu bara hver að reyka sitt eigið prógram. En það hefur eiginlega verið þannig að þessari ríkisstjórn frá byrjun. já, já, Utanríkisráðherrann fór í fyrsta flug til Brussel að tala við einhver aðstofamenn hennar ýmsu fulltrúa þar og með miklar yfirlýsingar svona gaf þetta kynna að Ísland var nú bara á leiðinni í ESB og mann finnst að fara að undirbúa það og svo hefur hún verið mjög djörf finnst mér í yfirlýsingum meðal annars og samfélagsmiðlum í þessari stöðu sem er uppi í alþjóðamálunum og já, ekki já. alltaf held ég verið að hjálpa okkur og okkar stöðu gangast til dæmis Bandaríkjunum. Já, alls ekki sko og manni sýnist nú hafa Uh, svona kveðið svo fast að þessu að Kristrún forsætisráðherra er nú svona, ég daldi að reyna að draga úr svona á og til. já, akkurat, af því að það er bara hver og einn á þeirra í sínu. Kristrún er bara að vinna að sínu plani það að breyta Íslandi í svona sósíaldemokratist ríki að hætti Svíja á 8. áratugum Mm. og hækka skatta og gjöld á þeirrum ýmsu sviðum til að geta síðan útdeilt eftir því sem að ríkisvaldið telur rétt. Uh, og svo er það flokkur fólksins og Inga Já, já. sem eru bara í því að reka stefnuna flokk fólksins í öll mál, Mm. Já, já, okkar já. mál að minnsta kosti. Akkurat, akkurat. Herðu, sástu þetta með kynjafræði í alla greinar? Nei, Nú er það komið með það er eitthvað frumvarp. Ég veit ekki hver laði það fram. er Það það bara þarna fréttum að frumvarpið, VG frumvarpið sem Obba er að leggja fram núna þarna það gæti verið áætlunina það. þarna sem Snorri Másson fór sem fastast í. Já, já, og rakti einu ýmsu kostulegu atriði þess frumvarps. Og Obba var nú bara hvað orðaði nota til að vera kurteis. Hún bara í fyrsta lagi var ófeiminn með að viðurkenna það að þetta væri mál VG og breytt en sagði svo að þeir sem verið á móti því væru bara einhverjir afturhaldsmenn og svona og hún Já, ætlaði ekki að hlusta á þá. En allavega ég sá að formaður Kennarasambandsins fagnaði því að til að setja kynjafræði í öll fög, gat stærðfræði, nú verið. landafræði, nefndu það bara, heimilisfræði vantilega, Mm. kannski er það hægt að innviklaða þar. En þetta er svo skrítið með grunnskóluna og í öllum þessum vandræðagangi íslenska grunnskóla. Dýrustu grunnskólar í heimi líklega með einhvern veginn lakasta árangur á Vesturlöndum að menn skuli ekki vera til í að skoða hvað er að og hvernig er hægt að gera hlutina Já, betur. já, 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 Það það er er bara að gera algjörlega óþolandi. meira af því sama og hefur búið til vandan. Nákvæmlega, nákvæmlega. Heyrðu, við erum aðeins að taka snúning til útlanda áður en að við hættum þessu. Það er Mhm. hérna
vindmyllur og sólasellur buðu upp á mesta rafmagnsleysi í bara, já, manna minnum og bara, ég held að einhvers staðar hafi ég séð því haldið fram að þetta væri bara mesta rafmagnsleysi í sögunni, þar sem Spánverjar, Portúgalir og hvert hefði þetta sem nú, Já, suðurluti Fraklands, já, Suðurhluti Fraklands, já, akkurat. já, já. Þetta er algjörlega ótrúlega staða. Ég sá að Michael Schellenberger, sem við hefum nú líklega nefnt einhvern sem áður Já, já, já. í þessum þáttum, hann var fyrstur með fréttirnar um hvað hefði valdið. Ég kunni En nú heldur ekki við fyrst að þetta væri einhverjir rússar með já, tölvuárás, já, en svo var þetta bara í boði vindmyllana. Mm. já, Mm. ég kunni ekki við að dreifa þessu fyrir en að lægi í ljóst fyrir, en nú verðist það bara verið raunin að þetta, Já, já, þetta já, mat já, hafi verið rétt hjá honum. Og sósíalíska stjórnin á Spáni, ég er veit með að viðkynna það, en þetta er víst bara, já, hvað hefur kallað, rafmagnsfræði, eðlisfræði, já, sem að veldur því að þegar þú komið svona hátt hlutfall af vind og sérstaklega sólarorku á Spáni, að þá getur við ákveðinu aðstæðar kerfið bara farið algjörlega úr skorðum. já, já, já. Þessi ótrygga orka, sko. Já, Þetta verður áhugavert að fylgjast með svona eftirmálum þessa, sko. En það er örugt að kontóristanir munu upphugsa einhverja leið sem að verður á kostnað okkar skattgreiðenda til að bara auka stuðningin við ótryggu orkugjafana umfram það sem nú er til að í stað þess að fara í traustari orkugjafa. það er það eina sem maður getur verið vissum. Já, já, það er alveg flott eitt. Þetta fór ekki nógu vel í Kanada? Nei, þetta var Það er, náttúrulega alveg ótrúlegt upp á að horfa og Oliver, blessaður, hann misti með þessi þingsætið sitt. já, Uh, og gerðist svo ótrúlega hratt. Hann var búinn að vera þarna að standa vaktina í stjórnarandstöðu við stjórn sem hann var algjörlega út úr kortinu hjá honum þarna Trudeau Rúdó, já, og hvort sem það var efnahagslega eða í félagslegu málum þá var þetta alltaf orðin bara hinn mesta furða. Kanada komið í þá stöðu að landsframleiðsla á mann orðin minni en í fátækasta ríki Bandaríkjanna. mhm, Þannig að ef Trump hefði orðið ósk sinni og Kanada orðið fylki í Bandaríkjunum þá hefði það verið fátækasta fylkið, já, já, svona mann allavega. Og þetta allt saman gerðist bara á til dæla stöttum tíma að þetta stórkostlega land sem var brotið svona niður. Og menn ætlaði nú aldeilis að refsa stjórnvöldu fyrir það í kosningum kjósendur. En svo hættir Trudeau og í staðinn kemur mesti kerfiskall sem hægt var að hugsa sér. Fyrir þetta seðlabankastjóri í Kanada, hann var síðan seðlabankastjóri í Englandi. Svona ekta globalisti úr klúbnum hana sem er alltaf að hittast í Davos sem já, að já, menn hafa Davos, já, óskaplega já, áhyggjur af. akkurat. Allavega, alveg ekki típa af slíkum manni og hafði nú verið ráðgjafir endar hjá Trudeau líka. Annars verður það og svo þetta tollabröld Trumps Mm. sem að bara umturnaði kosningunum í Kanada. Já, 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 það var bara það sem gerist. Trump var nú ekki að gera Trudeau mikla greiða En með Púli tímasetningu og já, nálgun á þetta gagnvart Kanada. mm. Nei, 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 þetta var, Ekki Trudeau heldur Poilievre ætlaði að ja, segja. akkurat, þetta var allt eins og þú gat orðið, sko. En svo er annað sem gerist, var það ekki bara í dag sem að Bandaríkjamenn og Úkraínumenn skrifu undir þetta, er ekki rare earth material samkomulag Jó, sitt? það er, það er stórmerkileg frétt. Þannig að Nú þetta var, er náttúrulega samkomulagi sem áform var uppi að skrifa undir þegar allt fór í háaloft hann í Hvíta húsinu forðum. já, já. Það er náttúrulega ekki skemmtilegt fyrir Úkraínumenn sem sjálfstætt ríki að þurfa einhvern nátt að afsala sér yfirráðum yfir eigin auðlendum en leið hefur þetta getur þetta haft talsverða kosti í för með sér
fyrir landið, annars vegar með því að búa til þennan verulega hagsmuni fyrir Bandaríkin í landinu sem ætti þá að hjálpa þeim gagnvart Rússunum Já, já. og hins vegar þegar kemur að uppbyggingunni að bandarísk fyrirtæki þá sér þá hagi að taka þátt í efnaðslegri uppbyggingu Úkraínu. Mhm. Við erum að vona að þessi fyrirtæki sem að mun koma til að starfa í Úkraínu geri það af einhverju skynsemi frekar en að umgangast þetta eins og nýlendu. Ég skilst að í samkomulaginu sé nú einhverjar kvaðir eða það hvernig að þessu verði staðið. Já, 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 og svona, það sem maður, þó ég sé ekki búin að kafa djúpt í það sem hefur verið byrt, þá sýnist mér nú svona samkomulagi vera töluvert hagfelldara Úkrænumönnum núna heldur en það sem kannski lá á borðin í byrjun. Já, Þannig að það er vonandi að þetta verið til gagns fyrir báða aðeila, sko, og ég er nú svona, hef nú trú á því, sko. já, Já, en heyrðu, teipið fyrir að klárast, er eitthvað sem við verðum að já, gleyma? já, það var þáttur á Ríkissjónvarpinu um njósnir Já, og þarna verið Haukur, já, njósnað um akkurat, já. Villa Bjarna Já, já, heimitt. og borgaði 20 milljónum fyrir að njósna um Villa Bjarna. Er ekki megin Uh, niðurstaða svo að hann bónar bíli sinn oftar og betur heldur en flestir? Þannig að Villi Bjarnar fær nú kannski smá upside úr þessu, bara endursölu verði bílana sækkar. já, já. Mhm. Ég ætla ekki að segja mikið um þetta mál, ég er ekki búin að kynna mér það til hlítar og eflust á meir eftir að koma fram. Það er betur að hafa varan á Já, já. nývilsingagleðum svona mál, en eitt vil ég þó segja og tækifæri að minna á það hvernig meðal annars ákveðnir fjölmiðlamenn reyndu að gera sem minnst úr því og hæðast að því þegar ég lýsti þó ekki væri nema brotum af reynslu minni þegar verið var að fast við aðila sem að svifust einskis og undir voru hagsmunir sem voru margfalt á við það sem að þarna varum að ræða. Já, 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 já. Þá var einskis svifist og þegar maður nefndi það þá var það talið til margs um að maður væri paranoid eða væri að Mhm. skálda hluti. Já, já, nú er Uh, að menn alltaf bara sagt frá þessum seinni tímum, sko. já, já, Mistoltir af já, þetta eins og gengur, sko. já, já. Já, já, já. En En svona það er verður það. allavega, það er stuð framundan í næstu viku, Já, það verður væntanlega mæltur í veiðigjaldinu á mánudag og það er rætt á mánudag og þriðjudag og svo byrja já, boltinn bara að rúlla og það verður allt í hershöndum, hvað er ekki, 6 þingvikur eftir. Ég held að liggi nokkurn veginn þannig. já, Og það er 1, 2, 3, 4, 5, jú, 6. Það geta bætt við tveimur, þannig að þetta er 6 til 8 vikur eftir. Það verður stuð já, allan tíman, hversu langt sem það verður. já, Mm. Heyrðu, býsna gott, bara kæru gott. áheyrendur, við þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag, heyrumst aftur að viku liðinni með brakandi ferskan þátt af sjónvarpslausum 50. Þá verður búið að ræða veiðigjaldið í fyrstu umræðu og svona landið aðeins farið að það verður áhuga. Ég ætla að spá því að það verður ekki margir stjórnarliðar sem taka þátt í umræðinni, en sjáum til, hver veit. Veitum, þeir hljóta að vera stoltir af þessu máli. Þeir eru alltaf að segja þetta sé svo Þeir vinsælt er og ekki stoltir af neinum þessara dellu mála, sko. Við sjáum það bara á þáttöku þeir í umræðanum, sko. já, Þeir já, sjást valla þarna, sko. já, Og ég meina ráðherrarnir eins og þú erum bent á, tala valla fyrir málunum sínum. bara, Þannig að þetta er, ég ætla að spá því að það upphefjist Íslandsmeistaramót í þagnarbindindi hjá stjórnarliðum á mánudag og þriðjudag. já, við sjáum hvað þetta er. Já, En aftur, bara kæra þökkum áhörður, fyrir okkur í takk fyrir að dag. hlusta. Heyrumst á Til hamingju vikuleiðinni. með daginn, verið þið Já, sæl. til hamingju, Snorri Másson, til hamingju með daginn. Já, Hmm. Og nýbakaði faðir, Jón já, til hamingju Snorrason, með það líka. Já, mættur í heiminn. Nýjasti miðflokksmaðurinn, þetta er allt í toppstandi. og Herru, framarar, já, stoppdagur, fram. framarar, já, absolutt. Herru, takk í dag, heyrjumst á vikuleiðinni, bless, Takk, bless. bless.